Það greinilega fleiri á sama máli, enginn hefur kvatt sér hljóðs, þá segir þessari umræðu lokið og þá koma síðasta liðar dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vinna við fjárhagsáætlun stendur sem hæst og óðum líður að því að áætlunin verði tekin fyrir í fyrri umræðu hér í bæjarstjórn. Við þessa vinnu höfum við verið að vinna meðal annars, ekki einungis bara starfsfólki heldur, höfum við einnig fengið til liðs við okkur ráðgjafarfyrirtæki Strategíu og munar það að mínu mati miklu það skipulag og það sýn sem við höfum fengið frá þeim ráðgjafanum þetta viðamikla verkefni. Frá síðasta bæjarstjórnarfundi þá höfum við átt nokkra krefjandi fundi með heilbrigðisráðuneytinu vegna flutnings öldrunarheimilanna yfir til HSN. Þótt vel gangi þá verður að segjast að þetta eru mjög flóknar samningaviðræður og það ekki mikill tími til stefnu. Nokkra daga miðjan september átti Guðmundur Jósepsson ráðgjafi upplýsingatæknimál samtal við stjórnendur og starfsfólk Akureyrarbæjar þau margvíslegu kerfi sem notuð eru hér og þar í bæjarkerfinu. Það mikilvægt að við skerpum fókusinn hjá okkur á þessu sviði og mörkum okkur skýra stefnu. Akureyri á að vera leiðandi á sviði upplýsingatækni og stafrænna lausna til lengri tíma litið það bæði hagkvæmt og skynsamlegt. Þriðjudaginn 29. september var áætlunin að taka þátt í netráðstefnu á vegum Northern Forum þar sem meðal annars skyldi rætt sjálfbæra þróun og stöðum kvenna á norðurslóðum. En því miður urðu Rússarnir fyrir tölvuárás og því fór öll umræðan meira og minna í handaskol. Það gengur bara betur næst. Miðvikudaginn 30. september var undirritaður nýr samningur við Vodafone alla símaþjónustu hjá sveitarfélaginu og ánægjulegt að greina frá því að kostnaður af þessum samningi umtalsvert lægri en áður var. Þá var fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga haldin 1. og 2. október og þar flutti ég á föstudeginum erindi breytta starfshætti sveitarfélaga í stafrænu umhverfi framtíðar og þá hröðu þróun sem orðið hefur á starfsháttum okkar í kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins. Takk fyrir. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 11., 16. og 24. september, bæjarráð 17. september og 1. október, frístundaráð 30. september, fræðsluráð 21. september, skipulagsráð 23. september, stjórn Akureyrarstofu 17. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 8., 11. og 18. september, velferðarráð 16. september og þessar fundargerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:44 og takk fyrir góðan fund og ég bara segi höldum persónlegar sóttvarnir í heiðri, allir saman.